Jósera fullkomið hundafóður fyrir alla hunda. Ekki bara sáttur, heldur himinlifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is. Í þessu þætti ætlum við að kíkja á hjóladaga sem framfóru 14. júlí síðastliðinn, kíkja á mótorhjólasafnið á Akureyri og kynnast tíunni. Hjóladagar snúst bara að koma hérna saman og hjóla og hafa gaman og eins og þið sjáum þá erum við að fara í alls konar þrautir. Og þetta bara svona að þjappa okkur öll saman og gera smá svona skemmtilegan dag. Hvað tían? Tían samtök sem voru stofnuð þegar að Heiðan lést og þá var hans draumur að gera móthjólasafnið og tían stofnuð sem samtök í kringu það. Þannig að þegar þú gerist 10 félagi þá fyrir 1000 krónur og því í safnið og þannig að þetta var snerist aðeins hans draum. Þannig að við erum pínu að uppfylla hans draum og halda honum áfram. Og þaðan þessir hjóladagar sprotnir líka ekki eða hvað? Jú, þeir eru það. Þeir koma, þetta eiginlega bara allt hans draumur. Þannig að við erum bara að halda honum lifandi. Hvað hjóladagar búin að vera haldið lengi? Mér skilst að það séu 9 ár. En sumir segja 6, það ekki alveg á hreinu. En við finnum út af því fyrir næsta ár. Hvað það sem fer fram á hjóladögum? Hvað fyrir fram? Í gær þá byrjuðum við á mótormessu í Glerárkirkju sem mjög skemmtilegt og sumir eru tilbúinir að fara þangað, aðrir ekki, en þetta bara svona skemmtileg stund og pínum svona rock'n'roll stíll yfir í, allir velkomnir. Svo í dag byrjuðum við inn á bara torgi þar sem að við fórum og fengum okkur aðeins að borða á DJ grill og svo fór að leita í bakk okkur kringum Eyjafjörðinn og tókum smá hring og svo nú erum við bara að leika okkur og endum svo á bara dimmu í kvöld. Það ekki svoleiðis? Rock'n'roll pínu. Þetta ólæktandi veiki að vera hjólari? Já, það það. Þú snýrð ekki aftur. Hvernig byrjaði þú til dæmis í þessu? Ég þetta bara leið og ég tek bílprófið og pröfa hjól í fyrsta skipti, þá var ekki aftur snúið. Þetta þetta bara einhver veiki. Þetta smá frelsi. Já. Hvað mikið mál að verða sér út við mótorhjól og það ekki taka sérstakt próf og eitthvað fyrir þetta? Jú, í dag þetta þrepaskipt Þannig að þeir eru byrjaðir að stýra kúbikunum eftir hversu gamall þú ert. Þannig að þú ert orðin 20 þegar þú kemst á stæðstu. En þegar ég var þá náttúrulega bara fékk maður þetta bara með ökuskírteini og sérhjólspakkanum. Það bara svoleiðis. Hvernig svona andinn í þjóðfélaginu þetta gagnfart mótorhjólafólki? Mér finnst hann bara góður Mér finnst vera alveg virðingi í umferðinni og við sáum það í dag þegar við tókum hringinn Fólk stoppar og það að horfa á okkur og þeim finnst þetta bara það ber alveg virðingu fyrir okkur. Nú man ég eftir lítu tvisvar einhver átaki sem var gert. Breytti það ekki einhverju? Jú, það gerði það. Sniglar voru með það og eru enn. Það eiginlega pínu lifandi ennþá og það eru sniglarnir og eru náttúrulega alveg grunnurinn Og svo koma þessi litli hópar. Tían á eftir sniglunum og svo koma fleiri svona litlar grúppur sem eru inn á milli. Þannig að sem bara frábært. Og hér erum við í dag til að sameina það. Herðu, safnið svona draumur hans Heiðars Jóhannssonar. Hann dó í mótorhjólaslysi 2006. Hans draumur var að opna mótorhjólasafn á Akureyri og þannig að því var hrint í framkvæmd og var svo að veruleika. Opnuðum safnið að hluta til 15. maí 2011 og erum svona klára húsið opnuðum svo efri 2015 og við búið að vera mjalla smá saman síðan. Hvernig þetta safn á kaliberi í Evrópu? Mikið af mótorhjólasafnum í Evrópu sem eru merkilega? Já, ég held að þetta safn sé allavega viðbröðin sem við erum að fá frá útlendingum og þau bara hissa að skuli vera til svona óbóðslegt mikið magn á sjaldgæfum hjólum á Íslandi og öllum stöðum og það á Akureyri. Það svolítið stórt Og þetta eina húsið að ég held sem byggt í Skandinavíu bara sem byggt sem safnahús
Þetta er bara Ok. smíðað bara fyrir mótorhjólasafn. Það er ekki einhver afbakaði hjallur sem Nei, er breytt breyta, í safn? nei. Hérna erum við með 800 fermetra á 2 hæðum, sko. Fannst ykkur þetta aldrei stór biti að fara í svona risastórt hús bara strax undir Það mótorhjólasafn? var held ég aldrei hugsað út í það, sko. Nei, Það var bara fulla ferð. drífið í þessu bara. Já. Er þetta þá eitthvað eins og Heiti hefði gert þetta þá? Væntanlega? Já, við vonum það. Þetta er alltaf var hans draumur að opna mótorhjólasafn á Akureyri og hann var byrjaður að safna, hann átti yfir 20 mótorhjól sjálfur þegar hann féll frá. Og hérna inni eru yfir 110 hjól í dag. Hver á þetta þessi hjól? Safnið á megnið af þeim. Og svo er náttúrulega hluti af þeim líka bara í láni. Sem er bara svona sýningagripir. Og eru þá menn að koma eða sjálfur og strúka þessu rikið og bóna eða? Nei, lítið við reynum svona að sinna því, sko. Er maðurinn í fullu starfi bara við að... Á sumrin, já. Það er opið frá 1. júní til 1. september, alla daga vikunar. Svo er opið á laugardögum á veturnar. Hérna elsta hjólið hérna inni er 1918. 100 ára gamalt á þessu ári. Er það þetta hérna hjólið? Það er hérna. Henderson. 1918. Þetta hjól kemur nýtt hérna til Akureyrar 1918. Kennt við Espihól, eða Espil og Ingólfur kenndu við Espihól, flyttur þetta hjól inn og... Ok, og hvernig panta menn svona hjól á þessu tíma? Ég meina, menn fara ekkert bara á netið og... Nei. Er með PayPal að gangi sem virkar? Nei. Það hefur ábyggilega verið svolítið flókið á sín tíma. Og hvað, voru hjól svona á þessum tímum? Þarna er að koma svolítið bylting, sko, held ég, á þessum árum. Þarna er komið 400 línuvél. Girkassi og eitthvað svona, þetta er dálítið líkt bílvélum bara eða? Já, þetta er svona grunninn til, er þetta svoleiðis, já. Þetta hjól var í notkun, sko, alveg til 1936, sem svo vitað sé. Já. Og við hvað, bara sækja bellunar eða eitthvað? Já, sjálfsagt, sko. En svo eignast Grímur það. Hann gerir þetta rauninni upp alveg frá A til Ö. Já, það sem að, já, hvað finnur hann þetta hjól? Hvernig dúkkar það bara allt í mjög? Það finnst á svona hálfgerðum ruslahaug, sko. Á vélsmiðju í Reykjavík. Og eins og sést hérna á veggnum, hérna eru svona hlutar úr hjólinu eins og það var. Felga og svona, ástandið á því var svona. Eljan í munnum að hérna. Þetta er handónýtt, best að gera þetta. Nei, þetta var, og hann smíðaði sjálfur að sjálfsagt ábyggilega alveg helminginn sem á hjólinu er, sko. Það var ekkert farið á eBay og pantað, bara stifla og ringað eitthvað, það var bara reddað þessu. Já, það var bara smíðað það sem vantaði. Þetta hjól er bara gangfært í dag. Já, var það ekki keyrt daginn inn á Espihól? Keyrt daginn inn á Espihól, já. En það er skemmtileg saga á bak við þetta hjól og þetta er svona eins og við segjum, það er komið heim aftur. Komið til Akureyrar, það sem kemur nýtt fyrir 100 árum síðan. Og er vitað fleiri svona hjól á Íslandi? Nei. Veistu hvort það hafi verið keypt fleiri svona hjól? Nei, það er ekki vitað til þess. Nei. Þetta er bara fyrsta mótorhjól á Íslandi, punktur og pasta. Já, þetta er allavega elsta ökuhæfa mótorhjól á Íslandi. Það er sjálfsagt, þeir eru komin einhver hjól hérna fyrir, en þau eru ekki til í dag, sko. Ef við færum okkur í eitthvað annað, hvað finnst þér svona merkilegt þetta á safni? Það er hérna náttúrulega bara öll svona sagan, sko, flóran. Það er mikið af Brettum og Þjóðverjum og Japaninn. Ef þú minnst eitthvað á við mig hérna, hjólið sem draf breska markaðinn? CB-ið. Það var svolítið mikið bylting þegar þetta hjól kemur á markaðinn. Fram að þessum tíma voru náttúrulega Bretarnir allsráðandi með sína 2 cylindra vélar. Svo 1969 þegar Japanin kemur með þetta, 4 cylindra línuvél, þýgeng og kraftmikil, diskabremsur og hjól bara sem var alveg, menn þekktu þetta ekki. 2 árum síðan fyrir breski markaðurinn á hliðina. Og búið að kaupa svolítið af þessum hjólum? Þetta var bara besti bylting. Menn gáttu bara allt í einu hjólaði marga daga í röð og gáttu stoppað þá var rigning og alls konar, sko. Það var bara eitthvað sem menn þekkti ekki, sko. Hondupabbi á þetta hjól. Hondupabbi? Já. Er trúarbröðið? Ásamt mörgum öðrum hondum. Já. Er trúarbröðið þessu eins og bílaðartóttur? Já.
ertu með hér? Hérna er Triumph 1928. All right. Er þetta eitthvað svona rúðuþurrkur level? Já, þarna er alls konar. Hvað gerir þetta allt saman hérna? Fyrir hvað er þetta svona sláður? Hérna er þetta með eingjöf. Hérna stýrir þú styrknum á blöndunni, hvort þú vilt hafa ríkan eða lín. Svo ertu með kveikjuflíti og þjöppuléttir. Og þá er ekki meira pláss fyrir fleiri? Jó, það er hérna eitthvað kúpling og eitthvað brems og eitthvað. Gírstöngin er svo hérna þessum. Þetta er með lukt. Bara lampa, þú þarf bara að kveikja upp hérna og... Já. Bara svona útilegulampi? Já. Bara gaslukt. Magna. Þetta er 4 cylindra hjól sem að sílindrarnir eru hérna, sneipplattir eru hérna og sitt hvoru megin. 4 í kassa bara? 4 í kassa, já. Hvað er að frétta með þetta hérna? Vangelinn. Þetta er þjóðveri. 300 kubika vangelmótor. Þetta hjól er bara ökuhæft og klárt. Við keyrum þetta hjól fyrir nokkrum mánuðum síðan. Ok. Mér finnst bara svo magnað að þetta sé til hérna. Já. Og í þessu ástandi sem þetta er í, þetta er bara eins og nýtt. Er þessi hjól hérna ekki með eitthvað fáránlega mörgum sílendurum? Jó. Svona allavega 2 á mikið. Hvað er þetta? Sumir myndi segja að það væri 4 á mikið. 4 á mikið? Já. Já, einmitt. Þetta er allt sem að 6 cylindra línu? 6 cylindra línu, já. CBX-inn og Kavinn Z1300. Svo er Benelli-inn. En voru eitthvað að leika sér á þessum árum að fjölga cylindrunum eitthvað. En svo Benelli-inn samt bara 900 kúbík þó þessi 6 cylindra? Já, hann er til líka 750 kúbík, 6 cylindra. Hérna erum við einhver löggumótorur. Já, við erum með fyrsta lögreglumótoril á Akureyri. Það er hérna NSU. Það er þetta hérna? NSU Prima, 250 kúbík. Þetta var í þjónustu lögreglunnar á Akureyri. Ekki var þetta notað í elda upp bíla og eitthvað svona... Jú, taka þanga og eitthvað, það er þarna allt settið fyrir það. Já, það er þarna? Já. Grind fyrir handi og farþega. Já. Hvað hefur þetta meðalhraða upp á 45 km hraða eitthvað? Ég svo sem veit ekki hversu hratt þetta fór. Nei. Þetta verið dalað upp í einhverju skúr hérna og enda hérna? Já, þetta er bara í alveg orginal ástandi, sko. Þetta var í þjónustu lögreglunnar frá 1960 hérna til held ég 67-8 var þetta ennþá í allavega eigu lögreglunnar. Já, magnað. Svo væntanlega fer nú löggan í eitthvað betri hjól seinna meira? Já, svo fáðu stærri hjól, sko. Og hérna eitthvað væntanlega í þessu horni hérna? Já, mótogúsi hérna. Eru menn á mótorhjólum í löggunni í dag hérna á Akureyri? Ekki á Akureyri, nei. Af hverju ekki? Það er þessi deild, mótorhjóladeildin var lögð niður hérna fyrir býsna mörgum mánuðum síðan. Það voru lengi vel með 2 hjól hérna í rekstri. Ok. En þeir eru sterkir fyrir sunnan með mörg hjól þar. Já. Myndir þú fara í löggunni að það verið búið að... Já, klárlega. Það er þannig? Já, ég maður ekki borga fyrir að keyra mótorhjól, sko. Jæja, hvert eru við komnir núna? Hérna erum við komnir í salinn hans Heiðars. Þar sem þetta allt saman byrjar. Þetta er hans svona einkasalur. Smíðað svona pínlítið eftir hans höfði. Og eins og hans karakter. Allir munir hérna inni og öll þessi hjól, þetta er nú svona rjóminn á hjólunum sem hann átti. Allir munir voru í hans eigu. Allir veggir klæddir með stáli. Var hann svolítið stórt nafn í mótorhjólaheiminum? Já. Þetta var mikill maður, sko. Já. Fyrir hvað þá? Hvað var það sem hann hafði? Þetta var bara óbúslega sérstakur og skemmtilegur karakter, sko. Já. Hann náði mörgum með síði þetta? Sport. Já. Þetta er Harley? Þetta er Harley. Þetta er 2003 módel, þetta er 100 ára afmælisútgáfa. Ok. Hann gaf sjálfum sér þetta hjól í afmælisgjöf. Hérna er til dæmis líka annað hjól, Triumphinn hérna, X75 hjólið. Þetta er mjög sérstakt og töff hjól. Þetta hjól gaf hann sjálfum sér líka í afmælisgjöf. Neðst til þessan? Já. Þetta er gríðarlega töff hjól og ofboðslega flott hljóði. Þetta er þunga miðan á safninu, ekki? Þú veist, þetta er hjarta safnsins. Hérna þessi salur? Já. Vekur hann ekki þá verðskulda athygli hjá öllum sem koma hérna? Jú, og líka sérstaklega menn heyra sögunar, sko. Já. Sögun á bakvið þennan sal og sögun á bakvið þennan
mikla mann Já. sem Heiðar var. Tían náttúrulega stofnuð eitthvað í sambandi við þannig, ekki? Jú, Heiðar var númer 10 í Sniglunum. Ok. Bjó í Ránugötu 10 og það var svona tían var svolítið að loða svolítið við hann. Já. Eftir að hann deyr þessi klúbbur stofnaður, svona hollvinafélag safnsins, sem býsna virkur klúbbur og stendur þétt á bak við safnið. Með þessu myndum þökkum við Mótorhjólasafninu á 10 kærlega fyrir daginn. Verið bless.